Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin í sama viðtalið. Takk. Herðu, við erum hérna til þess að ræða í tilefni því að það var kjósum það 29. ágúst hvort að Íslendingar vilji hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, held ég eins og þessi orðað. Þú hefur nú ýmsa reynslu af þessu. Þú varst hér síðast þegar við fórum í gegnum svona ferli. Varstu þátttakandi í þessu. Mér langar aðeins til að fá smá yfirlit það hvernig þetta var síðast, hvað var gert, af hverju við gerðum þetta eins og við gerðum þetta þá. Hvar eigum við að byrja? Við getum til dæmis byrja á því að þá ákvað Alþingi að hefja viðræður og þá var settur niður svona ákveðin strúktúr til að tala til þess að vinna í því auðvitað á sem að utanríkisráðuneyti stýrði og þannig að það var svona byrjunin að þá ákvað Alþingi það, þá var ekki svona atkvæðagreiðsla eins og er núna það hvort eigi að fara inn í ferlið. Nei. Og eins og margir vita þá endaði það með því að eftir kosningar 2013 þá var ekki lengur pólitísku vilji hjá ríkisstjórn til að halda áfram og þá var þetta svona sett á ís. Þannig að það var þarna 4 ára tímabil sem var unnið í þessu og svo var því hætt. Og eiginlega ekki, það var nánast ekki 4 ára tímabil því að þetta einhvern veginn svona það fjaraðis undan þessu, var það ekki? Ég skal ekki segja. Ég hreinlega man ekki mjög vel hvernig það var. Nei. Ég man eftir vinnunum við þetta, en þetta var svona formlega, var þetta sett á ís eftir kosningan. Þannig að þá er það bara Alþingi sem að tekur þessa ákvörðun að fara á stað með þessa umsókn. Núna erum við með þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem að þjóðin á að ákveða það, hvort að við eigum að fara aftur á stað með þessa viðræður. Hvort er betra? Fullt af fólki sem að ég hef talað við til dæmis erlends frá segir þetta er rosa flókið eins og þetta er gert hérna núna vegna þess að þið hafið ekki neitt að tala annað en hugmyndina. Svona eigum við, að það er erfitt að hafa mjög svona konkrét umræður. En og maður sér það líka bara af málflutningi bæði þeirra sem eru ákveðni með og ákveðnir á móti, að það er það bara verið að rífast absolutt nei sama hvað, absolutt já sama hvað, einhvern veginn í að semja, ekki og það er í raun og veru svolítið flókin staða vegna þess að umræðan verður flókin. En hins vegar held ég alveg að þetta sé klókt upp á það að það sé þá ekki verið að rífast allan tíman sem viðræður fara fram ef til kemur það hvort að þær hafi meiri hluta, ekki meiri hluta, hvernig það sé. Þetta er svona verið að skjóta styrkari stoðum undir ferli ef það verður. Já. Og mér finnst, vegna sem ég nú stjórnskipunar kona í grunninn, það er mitt fag, ekki Evrópurétturinn, að mér finnst bara skipta máli fyrir íslensku stjórnskipunina og íslenska pólitík að við tökum umræðuna almennilega, tökum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu alvarlega og klárum þá málið heiðarlega hvort sem það verður af eða á. Þetta er líka staðan kannski einkennileg vegna þess að við erum með ríkisstjórn þar sem að einn flokkurinn styður ekki inngöngu í Evrópusambandið og svona hafa kannski verið með mismunandi skilaboðum það hvort að þau ætli kjósa með þessari tillögu í ágúst eða ekki. Þannig að kannski er þetta þá leið þessara stjórnar til þess að ef til þess kemur að fá umboð hreinlega til þess að fara inn í svona viðræður. Það getur alveg verið og eins og ég segi, mér finnst þetta þýleiti klókt og að það er klókt að vera þá með klárt umboð ef að afverður og fólk getur kosið núna vitandi að það kemur önnur atkvæðagreiðsla sem verður meira konkrétt. Já. Því þetta er meira svona óljóst kannski. Já. Aðeins áður en förum og skoðum aðeins ferðlega eins og þetta var síðast betur því að það kemur þessi þingsálykunartillaga inn á Alþingi og þar er spurningin orðið á ákveðin hátt. Svo fer þetta í umsögningu og þangað meðal annars til fyrirbæri sem heitir Feneyjanefndin. Getur þú útskýrt aðeins bara hvað það er og getur þú útskýrt kannski bara af hverju það skiptir svona miklu máli að hennar mati og mati fleiri sérfræðinga að spurningi þjóðaratkvæðagreiðslu sé svona ofboðslega skýr
að þú geti verið með svona mjög skýrt já og nei og afleiðingarnar af því að segja annarkvort já eða nei séu fullkomlega ljósar öllu sem taka það. Feneyjanefnd sem sagt undirnefnd Evrópuráðsins sem líka með mannréttindasáttmála Evrópu og mannréttindadómstólinn. Það eru aðrar. Og hún sem sagt ráðgjafanefnd stjórnskipunarmál og gaf meðal annars álit stjórnarskrárdraugin hér þegar var seinast unnið svoleiðis. Og ýmsar athugasemdir sem gerði. Já, og ýmsar athugasemdir og aðalatriðið að þjóðaratkvæðagreiðsla alveg stórmál í öllum stjórnskipunum. Það eru mjög algengar sumstaðar, mjög sjaldgæfar annar staðar, en það alltaf stórmál að fá alla kjósendur til að taka þátt og það bara eitthvað sem maður á að vanda sig við. Maður á að sýna fólki þá virðingu að það sé alveg skýrt hvað verið að tala og allt svoleiðis og það eitt af því sem að þannig verið að hjálpa með. Annars finnst mér á vissan hátt að þarna sé bara ekki verið að horfa á aðalatriði málsins og þá ég ekki að tala Feneyjanefndina heldur þegar við erum alltaf að tala hvernig var þetta 2009-13 og hvernig á spurningin að vera. Mér finnst það sem að við til þess að þjóðaratkvæðagreiðslan þjóni sínum tilgangi þá þurfum við að fara að fókusa á ætla ég að segja já eða nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og af hverju. Við þurfum að hætta að hugsa hvort að Jón átt að segja eitthvað annað við Gunnu í apríl sem pínulítið stundum það sem við erum að horfa. En þetta svona eins og segir, af því að við erum að sko atkvæðagreiðslan snýst það, hvort við eigum að fara á stað með einhverja viðræður, þá þetta ekkit einfalt mál fyrir kjósanda endilega að taka þessa afstöðu, af því að eins og inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil í gangi Evrópusambandsins ekki. Já, og við vitum ekki nákvæmlega á hvaða forsendum það væri. Sumir og margir telja sig vita einhverja stóra línur, aðrir ekki og þú veist, þá maður alltaf að rífast kannski. Já. Þannig að þetta alveg, við erum dálítið að rífast annars vegar hver sagði hvað við hvert hvenar og hins vegar kannski og það sem að stjórnskipunarkonunni í mér langar svo til að við gerum að við tökum alvarlega að það verið að senda til okkar sem kjósenda ábyrgð sem við þurfum að takast á við, bara hvað ætla ég að segja. Ertu með leið fyrir fólk þarna úti, kannski sem að hlusta til þess sennilega að hjálpa þeim að mynda sér skoðun í þessu? Hvernig getum við einhvern veginn, getur við ráðlagt fólki eitthvað, hvað á það að skoða, hvað á það að vera að hugsa hvað á það að kynna sér, hvað getur við sagt? Ég myndi kynna mér Evrópusambandið. Ég myndi kynna mér og það bara með ágæta vefsíður. Ég myndi kynna mér EES-samningin sem við erum í eða EES-samstarfið og það líka með, það var allavega ágætis vefefni það á vef íslenska stjórnvalda og bara svona hugsa út frá bara eins og alltaf maður hvetur kjósendur til að hugsa sjálfstætt á grundvelli síns lífs og sinna gilda og sinna skoðana og það finnst mér skipta mestu vegna þess að þá getum við öll sem samfeldi samfélag bara verið ánægð með niðurstöðuna hver sem hún verður. Ef að við höfum tekið þetta alvarlega, tekið ábyrgðina vegna þess að þannig og það hefur algjörlega virkað á Íslandi að við virðum skoðan einhver annars. Við getum verið hjartanlega ósamála þetta mál en ef að þú ert af heilum hug og ég af heilum hug en að reyna að hugsa þetta, takast á þetta og þetta niðurstaðan, nú þá bara vel gert við. Að því þú nefndir EES-samningin, við erum hluti af EES, ekki hluti af ESB. Nei. Stjórnskipunarlega, hvaða þýðingu hefur þetta? ESB felur í sér meira framsal á valdheimildum, miklu meira heldur en EES-samningurinn. EES-samningurinn alþjóðasamningur og Ísland hefur gert fullt af alþjóðasamningum og margir þeirra fela í sér eitthvað framsal á valdheimildum í raun og veru, heimildum ríkisins og bara til dæmis þegar við gengum í Sameinuðu þjóðirnar til að taka dæmi. Það framsal og það líka í EES og það hefur verið núna í 30 ár mjög mikil umræða það hjá lögfræðingum
út af mismunandi málum sem að koma inn í EES-samningin, hvort að það sé mikið framsal, lítið framsal, jafnvel svo mikið að það þurfi einhvers konar heimild í stjórnarskrá. En það klárlega meira, það sterkara yfirþjóðlegt vald í ESB. Og það svona stóri stjórnskipulegi munurinn. Ég þeirra skoðunar og allir held ég, eða langt flestir, að til þess að gangi ESB þurfi stjórnarskrárbreytingu. Ég hins að þeirra skoðunar að það þurfi stjórnarskrárbreytingu hvað sem vegna þess að við erum í svo mörgum samningum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. En hana þarf klárlega fyrir ESB og þetta ekkert sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum, bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna, en líka í Noregi sem það ekki. Og svo það sé alveg skýrt í stjórnarskrána, þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það að það sé heimilt að framselja hlutavaldi til alþjóðlegra stofnana. Já, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hluti alþingis, einhver stór hluti alþingis eða einhver málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu XY Z. Það má ekki vera hvað sem og það þarf að vera afturkallanlegt, það þarf að vera eitthvað svona. Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskráni, það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráin var sett að framselja smávald hér og þar, en venjureglur eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á kontónum að minnstakosti og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmeðferð og það held ég að sé enginn að deila, það allir að tala Já, manni heyrist það nú á umræðinni að og manni heyrist nú svona bjartsýnustu jáliðar telja að það sé hægt að ljúka samningi og mögulega fara í stjórnarskrárbreytingar bara samhliða næstu mögulegu þingkosningum sem ætti þá að verða eftir 2 ár, réttur Það ekki verkvinni. Nei, það ekki verkvinni. En þú veist, við höfum alveg áður, ef að vilji til þess, hefur alveg verið unnið hratt og það hafa í stjórnarskrár drögunum sem hafa verið saman undanfarin ár, hefur oft verið að minnstakosti rætt og að ég held svona teiknuð upp svona ákvæði. En við erum ekki að kjósum það í ágúst. Það sem við erum að kjósum hvort eigi að taka upp þessar viðræður og sjá hvert það leiða. Talandi það, 2009 kemur sem sagt ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, hún kemst í valda, hún tekur þess ákvörðu, Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra fer á staði þessa vegferð og það ákveða sækjum inngöngu í Evrópusambandið. Hvað gerðist á bak við tjöldin? Og það ekki meina pólitískt, heldur bara hvað þurft að gera? Ég meina þetta eru marga samninganefndir. Hvað þurft að gera? Það sem þarf að gera að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu? Og þetta bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf þetta í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru dóms- og innanríkismál og mannréttindi og þar bara, þú veist, allir eru aðilar að mannréttindasáttmála Evrópu, íslenski mannréttindakaflinn í stjórnarskrá byggður svolítið á honum, hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig, eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að ef að það þurfa að breyta öllu sem stangast á. Það fullt af hlutum, það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á það ekki. En ein af og umræðan sem í gangi núna, það hreinlega bara við það að fara á staði viðræður, að þá muni þurfa að gera ákveðnar breytingar á íslensku stjórnkerfi, stofnanir þurfa að fara í einhverja aðlögun. Hvernig var þetta síðast? Hafi ekki allir eiginlega mótmælt því? Ég meina,
ég auðvitað var... Ekki Jón Bjarnason til dæmis, hann segir að það hefur verið gerð krafa það að þeir farið að stað með breytingar í sjávarútvegi og landbúnaði, hann var náttúrulega sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á þessum tíma. Þannig þetta svolítið svona, fólk virðist ekki alveg vera sammála. Mér finnst einfaldast að taka dæmi úr því sem að ég var að vinna í. Fyrir bara í félagsdómur sem að dæmir málefni tengt kjarasamningum. Þar eru tilnefndir dómarar frá í raun og veru aðilum máls. Og það þá spurning, skilur, það stendur allstaðar, reyndar líka í íslenskri löggjöf, það verða að vera sjálfstæði dómstólar og óháðir og þá þetta svona eitt sem að þegar báðir aðilar hvorum sig horfa á þetta, þá kemur bara svona spurning, þú veist, hvernig lítið þið svo á að félagsdómur uppfyllið þessa kröfu? Bara, skilur og það ekkit rosalega formlegt, það bara og maður sér strax að þetta eitthvað sem að ef maður hefur útskýrt íslenska dómskerfi fyrir útlendingum bara, wow, sumir hverjir og þá segir maður þetta í raun og veru gerðardómur tiltekna samlinga, þá allir bara, ok það þekki allir svoleiðis kerfi skilur, þannig að þetta eru svona óformlegu sem ekki, það ekki aðlögun, það útskýring, það hvernig fer þetta saman og annað, þú veist, ég hef ekki dæmi annað á þeim sviðum sem ég var á, en ég ætla ekki að fara að rífast fólk sem vann í svipuðum verkefnum fyrir 15 árum það hvort að ég einhvers staðar annars það var það við á en þetta ekki sem sagt, þetta ekki formleg krafa, það best ég veit en það kannski munur eftir flokkum, eftir málefnaflokkum eða sko, það sem að ég að hugsa og nú aftur veit ég það ekki, kannski munur eftir málefnaflokkun, en kannski líka og við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli. Þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar, hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta, við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt, það aðlögun að Evrópusambandinu eða það eitthvað sem kemur í ljós þegar farið alveg yfir lagakerfið ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist, það þá bara strax flókin skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkert bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa eigum við að vegna þess að það nú ekkert eins og að sitti hópur manna allan daginn og farið yfir lagakerfið allt að því leiti sem það snertir Evrópusamslöggjöfina Svolítið að kíkjum okkur en það fer tími orka í þetta það ekki? Jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef það verður farið í viðræður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta bæði hagsmuna Íslands og sanngirni Sjáum hvernig það fer ég ætla að setja gott að minni hálfu í bili Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor Takk fyrir að koma í saman viðtali Takk fyrir